Komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin á leik IA og Þróttar frá Reykjavík hér á IA TV sem í samstarfi við Omnis og verkefni innan Íþróttabandalags Akraness og styrt sérstaklega af Íþróttabandalagi Akraness. Framundan leikur á milli IA og Þróttar eins og ég sagði. Þessi lið spiluðu saman þrisvar sinnum í fyrra í fyrstu deild kvenna eða síðasta sumar öllu heldur og meðal annars tvisvar hérna á Akranesi þar sem að fyrirleikurinn í miðjan maí vannst 3-2 af Þróttunum en síðari leikur liðana hérna á Akranesi sem var í beinni hjá okkur fór 1-1. Eins og ég segi þessi leikur er í Lengjubikar kvenna C-deild í riðli 1 og staðan í honum svona, hann nú rétt að fara á stað. Þróttarar sitja sem stendur í efsta sæti með 4 stig eftir 2 leiki, eina liði sem hefur leikið 2 leiki. Sigruðu Víking Ólafsvík 5-0 og gerði síðan jafntefli við Aftureldingu 1-1. IA búið með 1 leik í þessum riðli, það var á útivelli gegn Álftanesi sem að vannst 4-0. Þannig að það svo sem lítið hægt að lesa út úr þessari stöðu en ég ætla að fara hérna snöggvast yfir byrjunarliðin. Byrjum á heimastúlkum. Skagaliðið svona skipað í dag. Í markinu Tori Ornella, í vörninni Fríða Halldórsdóttir, Sandra Ósk Alfreðsdóttir, Eva María Jónsdóttir, Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir og á miðjunni Sigrún Eva Sigurðardóttir, Karen Þórisdóttir og Maren Leósdóttir og 3 fremstu Bergdís Fanney Einarsdóttir og Unnur Elva Traustadóttir. Unnur Ýr Haraldsdóttir fyrirliði. Á bekknum hjá Skagamönnum eða Skagakonum varamarkmaður María Mist Guðmundsdóttir, aðrar Elisa Eir Ágústsdóttir, Ásta María Búadóttir, Róberta Lilja Ísólfsdóttir, Eva María Jónsdóttir, María Björk Ómarsdóttir og Erla Karitas Jóhannesdóttir, þjálfari sem fyrr Helena Ólafsdóttir og þá skulum við kíkja sem snöggvast á Þróttarliðið. Við nú ekki með uppstillingun á því en byrjunarliðið þannig skipað í markinu. Númer 30 Friðrika Arnardóttir, aðri leikmenn númer 4 Dagmar Pálsdóttir, númer 6 Gabriela Jónsdóttir, 8 Guðfinna Kristín Björnsdóttir fyrirliði, númer 9 Jelena Tinna Kujundžić, númer 11 Elisabeth Eir Hjálmarsdóttir, númer 18 Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, númer 19 Hildur Egilsdóttir, númer 22 Rakel Sunna Hjartardóttir, 23 Þórkatla María Halldórsdóttir og númer 24 Andrea Rut Bjarnadóttir. Á bekknum hjá Þrótti varamarkmaður númer 31 Lovísa Halldórsdóttir, aðrar númer 2 Sóley María Steinarsdóttir, 10 Una Margrét Árnadóttir, númer 15 Hrafnkatla Líf Gunnarsdóttir, númer 16 Sara Júlíusdóttir og númer 25 Hafrún Sigurðardóttir. Þjálfari Þróttar Nick Anthony Chamberlain. Já, það orðið svolítið síðan að við vorum í loftinu síðast. Það búið að vera páskafrí og eðlilega hefur okkur kítlað í fingurna að drífa okkur af stað. Hér sjáum við einmitt dómara leiksins sem að dómari Guðmundur Ingi Bjarnason og honum til aðstoðar Gilmar Þór Benediktsson og Arnþór Helgi Gíslason. Já, það hérna búið að vera löng pása hjá okkur en þá líka svo sem ágætt að við höfum notað til þess að safna kröftum og hérna já og fjármagni til þess að undirbúa okkur fyrir sumarið og sem að alveg við það að bresta á. Núna í apríl þessir leikir framundan sem að við vitum af fyrir utan hennar leikir í kvöld að 14. apríl og laugardaginn eftir viku hefst mjólkubikar kalla. Hér Kári tekur á móti Herði frá Ísafirði. Sama dag tökum við fram óstaðfest útsending frá æfingaleik IA og Káa. Við erum að vinna í því að sjá hvort við getum mannað okkar hlið í því máli, hvort að við náum að senda hann út en við stefnum allavega á það. Síðan það í mjólkubikar kalla fyrst þá þar sem fyrsti
svona alvöru leikur skagaliðsins á þessu fótboltasumri. Mjólkurbikarinn IA tekur á móti annarkvort IH eða Snæfelli fimmtudaginn 19. apríl og sumardaginn 1. klukkan 2 og síðan það Lengjubikar kvenna daginn eftir 20. apríl þar sem að IA tekur á móti Víkingi Ólafsvík. Síðan náttúrulega fullt á döfinni hjá okkur í maí og júní og þetta alltaf bresta og við erum alveg henda degi og spenningi eðlilega. En framundan leikur IA og Þróttar. Þessi lið hafa nú ást við, eins og ég sagði áðan, töluvert undanfarin ár og bara á síðustu 16 mánuðum, 18 mánuðum að þá þessi lið búin að spila 5 sinnum og Þróttarar hafa nú örlítið betur í þeim viðureignum. Síðasti leikur, eins og ég sagði áðan, fór 1-1 hérna á Akranesi 25. ágúst í fyrra og þar áður var leikurinn á Þróttaravellinum, fór 3-0 í deildinni. 23. maí í fyrra spiluðu hérna á Akranesi líka þar sem að leiknum lauk með 2-3 tapi skagakvenna en síðan ef við förum eitt ár aftur í tíman að þá sigraði IA Þrótt 5-1 hérna 15. apríl 2016 en það líka áhugavert að skoða síðustu 5 leiki þessara liða og ef þið eru að velta fyrir ykkur hvar ég að skoða þetta er að sjálfsögðu úslit.net sem ég hvet ykkur til að skoða reglulega að þá IA taplaust frá áramótum með 4 sigurleiki og 1 jafntefli í keppnisleikjum meðan að Þróttarar hafa unnið 2 tapa 2, gert 1 jafntefli í síðustu 5 en við ætlum að taka okkur örstutt hlé áður en að við gerum okkur klára hérna fyrir þessi átök sem að framundan eru. Farið ekki langt.
Jæja, þá er dómaratríóið komið inn í miðuna og þetta getur farið að rúlla af stað. Loksins. IA-TV komið í loftið. Og það er spennandi leikur framundan, mjög erfitt að spá fyrirfram. IA-liðið búið að vera á töluverðri siglingu á þessu ári. Taplaus á árinu 2018, taplausar. En Þróttarar verið í öllu meira basli, unnu vissulega Víking Ólafsvík í fyrsta leiknum þeirra í þessum riðli. En gerðu síðan jafntefli við Fram Afturheldingu. Og þannig að ég er sem að sleppa því að spá, en vona sjálfsögðu að IA-lið haldi áfram að spila svipað. Þær hafa verið að spila skemmtilegan bolta, hafa náð að láta boltan ganga vel innan liðsins og pressað, og það er búið að vera gaman að fylgjast með þeim. Þannig að núna eru þær með svona nánast sitt sterkasta lið. Síðast þegar við sáum það að spila þá var meðal annars Sigrún Eva fjarverandi í landsliðsverkefni sem og Bergdís Fanney Einarsdóttir. En þær eru báðar með í dag. Hefur munað mikið það að sjá hana Tori í markinu. Hún virðist veita vörninni mikið öryggi og hún hefur gripið vel inn í það sem hún þarf að grípa inn í. En þetta er allt að verða klárt og bara eftir að sjá hverjir byrja þennan leik. Við íðum í skinninu hérna og kannski svona skemmtilegar staðreyndir að meðalaldur byrjunarliðsins hjá IA er 20,2 ár á meðan að meðalaldur byrjunarliðs Þróttar er 19,5 ár. Varamannabekkurinn er öllu yngri hjá IA, meðalaldurinn þar 16,9 ár takk fyrir, en hjá Þrótti er meðalaldurinn á bekknum 20,3 og í heildina er meðalaldur skagaliðsins 18,9 ár, þannig að við sjáum hversu ungt þetta lið er nú hjá okkur. Og þá er bara ekkert að mannbúnaði og leikurinn flautaður á og það er Skagastúlkur sem að hefja leikinn. Guðmundur Ingi búinn að flauta þetta á. Og Skagalið byrjar hérna strax á að sækja upp hægra megin. Það er Unnur Ýr Haraldsdóttir inn á Marinni. Hún kemur þessi inn á teginn. Það er Sigrún Eva komin í færi. Hún skorar og það eru 26 sekúndur á klukkunni, gott fólk. Já sko. Sigrún Eva á fyrstu mínútu. Fáum að staðfest hérna Sigrún Eva á fyrstu mínútu eftir 26 sekúndur. Það er ágætt að maður leita af tölvunni í augnablik. Sannarlega hér er Fanney að vinna boltan, en það er ná að halda þessu hérna. En Skagalið komið aftur með boltan. Tilbaka á Tori. Og þetta kannski aftur upp á skjáin hérna.
Fríða hérna í vinstri bakvörunum. Hrafnhildur upp á Unni. Unnur með langa sendingu fram en þar engin nema Friðrika í markinu. Man nú ekki betur en að Friðrika hafi reynst í að leiðinu erfið hérna síðastlið sumar. Gabriela með boltan og spila Þróttararnir í vörninni. Þetta hefur eflaust verið mikið sjokk að fá á sig mark svona snemma leiks. Það er svo sem aldrei gott að fá á sig mark en ég held að þetta sé nú örugglega með í verra. Þróttarar vinna boltan og Skalið pressar en það ná að komast fram í þessu. Álfhildur skiptir hérna yfir á Dagmar Pálsdóttur. Dagmar með sendingu fram en það er Sandra sem að reynsar þetta frá. Boltinn tilbaka á Friðriku. Það var mjög áhugavert að sjá hvernig þessi leikur þróast í framhaldinu. En Þróttarar eru náttúrulega að reyna að bara átta sig og ná smá ró í sinn leik. Þær halda boltanum ágætlega núna en svo þegar að sendingin fram kemur að þá verður lítið úr því. Fríða með slæma sendingu hérna inn á miðjuna. Þá koma Þróttarar, sending frá Hildi fram á Andreu Rut sem að verður að lúta í lægra haldi fyrir Fríðu. Unnur kemur hún tilbaka á Karinni. Karin með langa sendingu og Unnur ír á flegiferð en Friðrika út úr teiknum. Vel lesi á henni. Fínasta sending hérna hjá Karinni og Unnur ír hársbreytt frá að ná til boltans. Sigrún Eva dæmd brotleg, togaði þarna í Þórkollu inn á miðjunni. Aftur nær Skalið að svona ógna vörninni hjá Þrótti. Það er að gera að halda þeim smá hræddum en það er núna með mikið mannskap fram á við. Kemur hérna sending upp hægra megin en Sandra kemur þessu frá. Maren út á Hrafnhildi, vel gert. Unnur ír býður sig og fær hann og stingur síðan. Það er Maren á flegiferð. Maren er að komast inn í vítategin en frábær vörn. Já, sýnist að vera Jelena en Maren er komið með hann aftur inn á tegin. Og það er Sigrún Eva aftur með þrumuskot með hægri. Rétt yfir markið. Sigrún Eva ætlar að láta til sín taka hér í kvöld, það er nokkuð ljóst. Þessi ungi og gríðarlega efnilegi leikmaður okkar Skagamanna. Hársbreytt frá því að bæta við öðru marki. Hér er það Dagmar. Tóri tekur þetta auðvitað. Eva María búin að spila vel hann í vörninni síðan hún kom inn. Kemur sending fram. Andrea Rut reynir að snúa af sér. Eva María er í henni, stingur svo hann Álfhildur. Kemur með hann hérna á fjær. Fríða skallar það frá og Maren framlengir eða hvað. Panney fær boltan, kemur honum á Unni. Maren, Unnur ír úti hægra megin og Fanney vinstra megin en sendingi var ætluð henni. En fínasta vörn hjá Dagmar. Hrafnhildur kastar inn á Evu. Eva með langan fram en Þróttar að vinna þetta. Þórkatla stingur hérna inn á Andreu en Fríða vel vakandi og reynsar þetta í innkast. Má ekkert líta af þeim.
Það er Dagmar sem tekur þetta innkast og Andrea fær hann hérna og missir hann bara út af undir mikilli pressu frá Fríðu. Þórkatla reynir að finna Guðfinnu en tókst ekki. Skagaliði vinnur boltan. Sandra. Það er núna hátt á vellinum. Þróttarar. Hrafnhildur. Fram á Unni Ír. Unnur Ír finnur Marinni. Marin tilbaka á Hrafnhildi. Svo kemur langur bolti. Hann var ætlaður Unni aftur en upp í rjáur. Og innkast. Unnur á nöfnu sína, Unni Ósk. Unnur Elfu, Unni Elfu segi ég. Það kemur Fríða, hún er hérna fyrir aðeins. Missir þetta frá sér og út fyrir. Sending inn á teiginn, þar Unnur Ír og frábær markvarsla hjá Friðriku. Ótrúleg reflex varsla, viðbragðs varsla þarna. Þetta tekið stutt Fanney meðan síðan inn á fjarstöngina og vel gert þarna. Þarna var Eva María klár en það er Jelena sem að skallaði það frá henni. Fríða með innkastið í áttina að Unni Ír en Fríða fær hann aftur. Það vinna að henni boltan Þróttarar og þá reyna þær skyndir svo Karen stoppar hana strax. Unnur Elva dæmd rángstæð með mjög snirtilegt skot þarna í þverslána en sennilega réttilega dæmd rángstæð. Það verður að segjast að þegar að ÍA-liðið vinnur boltan að þá ráðast þær strax í sóknaraðgerðir, mjög beinskeyttar meðan að Þróttalið reynir svona að byggja sína sóknir upp hægt en sjáum bara þegar ÍA-liðið fær boltan þá bara leggja þær af stað. Gula Skagar Hallistinn lifir góðu lífi í þessu kvennaliði ÍA. Mikil baráttu þarna, Maren lætur ekkert eftir en Þróttarar komast út með boltan. Þórkatla fín pressa hjá Sigrúni. Karen aftur á Sigrúnu. Unnur nær ekki að koma þessu samherja. Karen, vel gert hjá henni. Skiptir hérna yfir á Fríðu. Virkilega vel gert hjá Karinni. Fríða sér Marinni sem er komin inn á teig. Missir hann aðeins og langt frá sér. Og Friðrika handsamar þetta. Frábær sending hjá Fríðu en móttakan sveik Marinni örlítið þarna. Þá koma Þróttarar enn og aftur í svona hæga uppbyggingu. Guðfinna en fín pressa. Unnur Ír komin hérna vinstra megin núna. Unnur aftur á Unni og þá kemur fyrirgjöfin en Friðrika grípur þetta. Já, það er ótt að segja, hún er engin aukvissi hann í markinu. 18 ára á þessu ári. Friðrika Arnaldóttir. Kemur hérna löng sending.
en er þetta ekki rangstað? Nei, hann ákvað að sleppa því. Guðfinna stingur hérna inn á Rakel, en Eva María vel vakandi og stoppar þetta og það er dæmt markspyrna. 12 mínútur liðnar, staðan 1-0. Markið strax á fyrstu mínútu eftir 26 sekúndur. Kemur Fríða hérna upp vinstra megin. Unnur Ýr reynir að finna Fríðu aftur sem var í utanlandshlaupinu þarna, en Fríða er bara hér á harðaspretti í kapplaupi við Guðfinnu fyrirliða. Hún pressar skalið, Friðrika fær hann þarna en kemur þessu frá. Karen skallar hann en nær ekki að skalla hann áfram. Eva María er hérna í baráttunni við Andreu. Unnur Ýr og Fríða bauð sig hann í hornið og fær hann svo loksins núna, og Unnur Ýr í utanlandshlaupið fær hann, en vel lesið þarna hjá Jelenu. Sandra kemur þessu tilbaka, Eva María undir pressu en kemur þessu á Tori. Öryggi uppmála þarna. Sandra, Sigrún býður sig, fær, snýr og stingur svo, og Unnur Ýr á flegiferð á eftir þessu. Friðrik út úr markinu og út úr teignum og lesi þetta vel. Já, ég sagði hann svo sem áðan að sennilega væri nú IA með sitt sterkasta lið, en við sjáum það náttúrulega hér að Aldís Ylva Heimisdóttir, sem hefur verið fastamaður í byrjunarliðinu á þessu ári, er fjari góðu gamni vegna meiðsla, þannig að það er eiga hana inni. Þá er hotspyrna, það er Þórkatla María sem að tekur það. Fullt af hvítum og rauðum treyjum í teignum, en það er Fríða sem skallar þetta frá, sýndist mér. Maren með Jelenu á hælunum, nær ekki að finna. Nei, býtu, Maren vinnur boltan aftur og það er Unnur Ýr sem fær hann síðan hérna og er á flegiferð. Hún nálgast vítategin, er komin inn í tegin hérna og tekur skot með vinstri en beint á Friðriku. Hún þrengdi færið hjá sér hérna. Hundelt af tveimur varnarmönnum, en Friðrika staðsetti sig vel og stóð. Efnilegu markur þarna á ferðinni, sýnist mér. En Fríða gríðarlega grimm hérna, vel gert hjá henni. Finnur Sigrúnu sem að reynir að finna Unni Ýr, en þetta fer að varnarmanni aftur fyrir. Unnur Elva fær hann úr innkastinu, Sigrún, og ætlar hann að láta vaða, já, með hægri, en það er laust og Friðrika grípur það. Friðrika hérna með langan bolta fram, en það er bara Hrafnhildur sem að tekur við honum hérna. Finnum síðan Sigrúnu sem að leggur hann út á Fríðu, vel gert. Unnur Elva reynir að finna nöfnu sína, en þetta er á framalega. Kemur löng skipting hérna yfir, Sandra vel vakandi, skallar þetta frá, Þórkallaði með hann hérna á miðjunni, spilar hann tilbaka, Jelena yfir á Gabrielu, aftur á Jelenu,
Maren Leósdóttir pressar á hana og Helena finnur bara Gabrielu aftur sem að sparkar síðan nánast boltanum frá sér. Smá skallatennis hérna, Maren tekur hann síðan niður út á Hrafnhildi. Karen tilbaka á Söndru sem að finnur svo Fríðu. Vel spilað hérna, Sigrún Eva finnur aftur unni í og þá kemur fyrirgjöf, hún er föst. Gabriela sýnist mér hafi verið sem að skallaði þarna frá. Unnur Ír er ekkert á því að gefast upp, vinnur síðan. Nei, hún vinnur ekki innkastið, hún gefur innkast. Fríða með langan bolta hérna. Þarna mátti ekki miklu mun að yrði samstuð en Friðrika ver hérna skot frá Maren Leósdóttur. Frábær pressa hjá Hrafnhildi Arín sem að næra, nei hún er ekki að halda honum inn á. Dettur það svona í hug þegar ég sé hér mann á vegum aðkomu liðsins með myndavél að taka upp þennan leik að benda þeim sem eru að horfa á að það er að upptökur okkar fara allar á netið og eru allar á YouTube og það er náttúrulega með ýmsum ráðum hægt að hala því niður og nota eins og maður vill og það er öllum frjálst að gera það, þannig að menn geta spara sér ómakið þegar leikir eru spilaðir hérna á Akranes allavega. Okkar væri ánægjan bara að bjóða upp á það. Tala nú ekki þegar að menn fara á mis við lýsingu hjá mönnum eins og mér og fleirum og ekki það að ég sé að segja að það sé eitthvað stórkostlegt. Friðrika spyrnir hérna frá en Fríða nær þessu áður en að fer út af. Hvað gerir hún með boltan inn á tegin? Gabriela missir hann hálfpartinn undir sig. Unnur Elva finnur Unni Ír og Unnur Ír komin bændamörkum. Það er bara táar á næstöngina og Friðrika vandanum vaxin sem fyrr. Þannig var þú með hægri fæti alveg út við stöng á næstunginni. En Ía-liðið búið að ná að skapa töluverða hættu hérna á þessum fyrstu 20 mínútum af þessum leik. Maren kemur hérna með hotspyrnuna. Þetta er skalla frá en Sigrún er þar fyrir utan og neglir hann rétt framhjá. Þessi var ekki nema svona 20 cm frá því að fara í netið. Algjörlega á auðum sjó þarna þegar að skalla var frá. Þetta er, ef þetta er ekki bara fjórða marktilraun Sigrúnar í leiknum, einu auðvitað bara árangur. Markaskorarinn, hún hefði geta verið búin að skora allavega þrennu hérna á fyrstu 20 mínútum, hún er búin að fá færin til þess. Töluverð barátta, Hrafnhildur Arín gerir vel. Finnur Unni Ír sem er komin aftur hérna yfir á hægri kantinn. Fín barátta. Svo sem óvanalegt að Bergdís Fanney Einarsdóttir hefur nú ekki sést mikið komið verið svona í spilinu í þessum leik. En sem komið er, hérna missir Karen boltan, það kemur stungu sending og hér er bara færið eitthvað en Tórin er að grípa þetta. Sýndist að vera bara Andrea Rut sem var hérna komin við það að komast í skotfæri. En hér er Fanney, fær hann Fríða, það hefur gengið illa að finna hana.
átti hérna stórleika á dögunum þar sem hún skoraði 3 mörk, 3 ótrúlega mörk með 3 skotum lengst utan af velli, en hér aftur færi og hér boltinn að fara framhjá. Þær ná að skapa hættu hérna. Hann hlaut nú að koma að því að það náði skot á markið. Það var Andrea Rut sem var hérna komin í ágætis færi og vantaði bara að stýra boltanum á markið, á tómt markið. Tori rekur sínar stúlkur fram. Fína spyrnur hjá henni í átt að Marinni sem reynir að koma þessu niður í spil, en jójó, það hefst á endanum. Unnur Elva missir hann frá sér. Jelena og Elisabeth sem spila svo aftur á Friðriku. Þá byrja þær aftur að byggja upp í rólegheitunum. Gabriela Guðfinna fyrir liði á Jelenu. Þá kemur Unnur Ír, en Jelena sá við henni þarna. Elisabeth komaður hérna upp vinstra megin. Álfhildur, hún fer tilbaka aftur á Jelenu. Þær eru þolinmóðar. Þróttastúlkur. Hildur missir boltan. Unnur Ír. Meðan finnur Unni Elvu sem reynir að stinga aftur inn á Unni, en þetta ofinnalega. Og Friðrika grípur inn í. Dagmar á Guðfinnu. Þórkatla. Karen í baráttu við hana, en hún snýr hann af sér, vel gert hjá henni. Sigrún Eva grípur inn í þess að þetta var ekki góð sending. Maren stingur hérna fram hjá Jelenu og komin hérna inn fyrir hana. Nær hún skotinu, hún nær skotinu og skorar! Þarna ég hræddur að Friðrika sem búin að eiga virkilega góða vörslur í þessum leik hefði vilja gera betur. Ekki nokkuð spurning í mínum huga. Maren Leósdóttir á 20. og 5. mínútu. Já, þetta kom nokkurn veginn upp úr engu. Náði að stinga bara á sjálfa sig þarna inn fyrir vörnina, inn fyrir Jelenu, og skotið virkaði nú ekki sérlega fast. En Friðrika náði ekki að stoppa þetta. 25 mínútur liðnar, 2-0 fyrir Ía. Þetta lítur allt voða vel út. Þrótturur hafa náð að ógna markinu einu sinni. Vörnin hjá Ía búin að vera virkilega þétt. Fríða tekur þetta niður á kassan, en Guðfinna næra henni boltanum. Þá kemur Rakel Sunna komin upp að endamörkum fyrir gjöf. Glæsilegur snúningur þarna, en Tori grimm út í þetta. Andrea Rut var hérna að snúa sig inn að markinu virkilega snirtilega. En Tori velvakandi og greip inn í þetta. Langur bolti fram. Jelena kemur þessu fram á við, en Hrafnhildur Arín í baráttu við Elisabetu sem verður að gefa innkast. Maren hérna í mikilli baráttu. Jelena nær að koma boltanum út fyrir. Það mjakast hérna upp hægri kantinn núna. Hrafnhildur kastar, það flaggað ólöglegt innkast. Þá koma Þróttarar í enn eina uppbyggingarsóknina eða hvað? Nei, þá kemur langur bolti, en það er auðvelt að eiga við þetta. Engin Þróttari í baráttunni. Eva
út á Hrafnhildi. Hún með langan bolta hérna upp í hægra hornið á Maren Leósdóttur sem að þar er. Jelena til varnar. Maren tekur hann tilbaka á Unni Ír sem að snýr af sér Þórkötlu. Reynir að finna samherjinn á miðunni, gengur ekki. En Skalið búið að vinna boltan strax aftur. Hrafnhildur tilbaka, það er tæpsending. Rakel Sunna kemst inn í þetta og hún er hérna ein á móti Söndru núna. Leggur hann til hliðar ónákvæmt en hún er að vinna boltan aftur. Kemur sending hérna yfir til hægri. Sigrún Eva skallar þetta upp í loftið. Þórkatla og Karen í baráttunni. Karen hefur betur. En það er komin svolítið baráttu í þetta núna. En Fríða enn einu sinni. Kletturinn sem þetta allt stoppar á. Sandra neglir þessu hérna upp í stúku. Ég fylgdist nú mikið með liðinu síðastlið sumar og eins núna er ég búinn að fylgjast töluvert með þeim núna í vetur. Og ég get ekki sagt annað en að það virðist vera töluverða framfarir, sérstaklega í varnarleik liðsins. Auðvitað skora þær fullt af mörkum en mér finnst fyrst og fremst það sem að kannski líka skiptir mestu máli miðað við síðasta sumar að varnarleikurinn var oft á tíðum tæpur. En það virðist vera að takast að finna einhverja blöndu sem að virkar. Hér er Hrafnhildur með fyrirgjöfina. Fanney á fjärstönginni, missir hann aðeins frá sér en eldir, dugleg. Þá er Sigrún í skotstöðu en þetta fer í varnarmenn. En Jelena kemur þess ekki langt, Unnur Elva. Fanney, Sigrún. Fríða, maður í bak. Já. Og Gabriela nær að koma þessu frá. Það er ná að bæja þessu frá. Það er töluvert barátta núna. Sigrún reynir að stinga hérna í áttina Unni Ír en finnur Unni Elvu og Fanney kemur þá væntanlega með fyrirgjöfina hérna. Hann er fastur. Hann var aðeins of framalega fyrir Unni sem var hérna á hlaupinu. En svo ég ljúki við að segja þetta. Mér finnst allavega að vera allt í rétta átt hvað varnarleikin varðar. Það er að eins og við sjáum hérna í þessum leik að þá er þessi 4 manna lína ekki búin að gefa mikið að færum á sig og í rauninni stoppað allt tiltölulega snemma sem að Þróttararnir eru að reyna að koma með á þær hérna og vonum að sjálfsögða það haldi áfram að þróast í þá átt. Beinskettar skyndisóknir byggjast að sjálfsögðu á þéttri og traustri vörn. Það er Gabriela að reyna að finna samherja, kemur, nei, það er ekki langubolti. Dagmar missir hann undir sig og Fríða tilbaka á Söndru. Hún skiptir yfir á Evu Maríu. Hún á Hrafnhildi og tilbaka. Tóri fær að vera með. Kemur löng sending hérna fram. Þar er Hrafnhildur. Hrafnhildur er að skila sér töluvert hátt upp völlinn í hægri bakarastöðunni. Það gerir svo sem Fríða líka þegar að ságallin er á henni. Finnur hérna Fanney. Fanney er búin að vera meira inn í leiknum núna en síðustu mínútur. Þróttarar í nöðvörn. Fríða. Og hún vil bara láta. Nei, þetta er sending sennilega. En Unnur náði ekki til boltans. Friðrika lét hann fara bara aftur fyrir hálftími liðinn. Og staðan sem fyrir 2-0. Sigrún Eva og Maren Leósdóttir með mörkin.
Já, Skagaliðið leyfir Hafsendunum að vera í friði með boltan. Pressa síðan þegar boltinn kemur inn á miðsvæðið, þá setja þeir aðeins meiri pressa á boltan. Hér Andrea Rut búin að snúa, kemst fram hjá Söndru en þá Karen mætt. Þetta hlýtur að vera brot, já, Fanney dæmd brotleg og Þróttarar eiga aukaspyrnu á hættulegum stað. Það Þórkatla þeirra spyrnu sérfræðingur sem að tekur hana. Varnarvegurinn klár, allt að vera klárt. Kemur aukaspyrnan. Þetta inn á vítapunktinn, Eva Marie í baráttunni og Tori líka. Það Gabriela sem að skorar og minka munin. Kemur eins og köld vatnskusa, held ég að sé óhætt að segja, framan í Skagaliðið. Það var ekki mikið búið að vera í spilunum. Þetta á 34. mínútu. Já, þetta breytir leiknum eins og mörk gera. Þetta þriðja mark getur skipt sköpum. Ef að IA hefði skorað þetta þriðja mark þá hefði hann sjálfsagt náð að drepa leikinn nánast alveg, en Þróttarar ná að koma sér inn í leikinn í staðinn. Það lítið meira öryggi núna. Ég er trættur það að ef að Þróttaliðið fær sjálfstraust til að spila. Unnur Elva finnur Unni Ír sem að kemur hérna á flegiferð með fyrirgjöfina, en það í varnarmann og tilbaka á Friðriku sem að spila þetta út. Áfyldur að reyna að finna Guðfinnu sem að næri ekki valdaboltanum. Fanney kemst hérna fram hjá Dagmar. Vantar gular treyjur í teginn. Gabriela næri að taka þetta auðvitað, en Unnur Elva í baráttinu og svo Fanney rennir þess út í teginn. En það ná að bæja hættinu frá. Kemur Guðfinna. Fín varnarvinna hérna hjá Sigrúnu sem að reynir síðan að stinga þessi átt að Unni Ír sem að við það að komast í boltan. Elisabeth sér við henni og kemur boltanum tilbaka á Friðriku í markinu. Jelena, nú eru þær bara rólegar á boltanum hérna, kemur síðan Sönding fram á við sem að Fríða kemst í, en hér Andrea Rut að sleppa fram hjá Söndru, hún komin inn á teginn, reynir skota á næstöngina, þetta í hliðanettið. Þarna var Rakel Sunna klár fyrir miðjumarki ef að sendingin hefði komið, sem að hún gerði sem betur verið ekki fyrir svona frá sjónarhóli okkar Skagamann allavega. En komið mun meira sjálfstraust í Þróttaliðið núna þessar síðustu mínútur. Og Friðrika út á Dagmar. Dagmar reynir að stinga hérna í áttina Andreu. Sandra á undan, nei, Andrea nær að komast í boltan en hún nær ekki valdi á boltanum.
Hún lendir í netinu. Já, það væri hressandi að fá núna gott færi hjá Skagaliðinu svona til þess að aðeins að minna Þróttarann á að hvort liðið er með yfirhöndina hérna. Fríða á Unni Elvu sem finnur Sigrún Evu tilbaka á Söndru. Já, nú er að halda boltanum aðeins Hrafnhildur og Karen alveg tilbaka á Tori. Þolinmóða núna Skagastúlkur. Fríða og Unni Elvu sem að kemur hann tilbaka á Sigrún Evu. Já, halda boltanum innan liðsins núna. Leyfa Þrótturunum aðeins að hlaupa í vörninni. Já, þetta rennur út í sandin hérna. Þróttarinn á að vinna boltan. Andrea, en Sandra er klára að taka henni boltan. Tori út á Hrafnhildi. Og hún kemur með langan bolta hérna á Marinni sem að missir hann frá sér. Hildur tilbaka. Fín barátta henni á Fanneyju og hún vinnur innkastið. Dómarinn dæmir Skagaliðinu innkastið. Ekki hvort það var bara í staðinn fyrir aukaspyrnu eða eitthvað, en Fríða tilbaka á Söndru. Lítið meira jafnvægi í leiknum núna. Svona stöðubarátta. Kemur núna löng sending frá Evu Maríu en það er engin að elta þetta. Og boltinn tilbaka á Friðriku. Liðin svolítið að kanselera hvort annað út akkurat í augnablikinu. Bæði liðin svona að þreifa sig í rólegheitunum áfram. Þetta verður aðeins, þetta mark Þróttara hefur slegið aðeins á ákæðuna finnst mér hjá ÍR-liðinu. Það eru ekki eins beinskeyttar fram á við. Sigrún, nei, finnur ekki samherja. Þá kemur löng sending hérna sem að Guðfinna eltir en Fríða er á undan. Og Tori. Og boltinn út af. Það er að skapa hættu úr þessari stöðu. Hér er Þórkatla. Finnur Álfhildi sem að en boltinn hérna í hátt í loft upp. Karen skallar þetta frá. Já. Guðfinna. Þróttarar að svona þjarma aðeins að Skagavörninni núna. Dagmar á Guðfinnu, aftur á Dagmar. Dagmar finnur síðan Andreu sem að snýr af sér Söndru og er komin hérna inn á teig. Umkringd af Skagamönnum en hún er ennþá með boltan. Sigrún endar á að vinna þetta. Andrea leitaði og leitaði en fann ekki skotfærið. Þá kemur Skagalið Maren. Reynir að stinga hérna inn á Unni Ír en Jelena las þetta en Maren er komin með boltan á ný. Þá kemur boltinn upp í hornið á Unni sem að eldir þetta á fleygiferð. Kominn inn á teginn, leggur hann fyrir markið en Þróttarar ná að
bæja hættunni frá. Elisabeth kemur þess á hálfvildi. Það ná að leysa úr þessu. Hildur sendir hann hérna út á hægri átt að Guðfinnu en Fríða las þetta. Gengur ekki eins vel að stinga inn fyrir vörnina núna eins og í upphafi leiks. Karen vinnur boltan hérna, Unnur Elva skiptir yfir til hægri, þar nafna hennar Unnur Ír og Jelena til varnar. Hún að koma þessu frá. Unnur Ír með innkasti hérna, en það bara annað innkast. Réttur mínútu eftir af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Hrafnhildur kemur fyrir gjöfin en það bara ein gul treyja í teiknum. Það Fanney, leggur hann út á Sigrúnu sem að gerir vel. Hann reyndi hérna þríhyrningaspil við Unni Elvu en vörnin las þetta. Þá kemur Guðfinna, reynir stungusendingu hérna átt að Andreu finnur hana en Fríða til varnar enn eina ferðina. Fín pressa hjá skagaliðinu núna, Unnur Ír. Finnur Unni Elvu sem að kemur hérna inn á miðuna, finnur svo Fanney hérna úti vinstra megin, lætur vaða og skorar! Þarna bjóst Friðrika við fyrirgjöf sýndist mér en skotið á nærstöngina fast og hnitmiðað og Friðrika náði ekki að sjá við þessu. Markið á 45. mínútu. Þá bara að flauta til loka fyrri hálfleiks. Staðan 3-1 fyrir IA hér í hálfleik. Mörkin strax á fyrstu mínútu eftir 26 sekundur. Sigrún Eva Maren Leósdóttir bætti við marki á 25. mínútu, síðan skoraði Gabriela Jónsdóttir fyrir Þrótt á 34. mínútu og Berdís Fanney rétt í blálokin. Þær skoruðu á síðustu sekundunum og fyrstu sekundunum í fyrri hálfleik í að liðið og leiða verðskulda verði að segja 3-1 í hálfleik. Við tökum okkur hlé ásamt leikmönnum og dómurum, ekki fara langt.
Já, komið sæl aftur og velkomin aftur hérna á IA TV í samstarfi við Omnis og Síman. IA TV er verkefni á vegum Íþróttabandalags Akraness og styrkt af Íþróttabandalaginu. Það er verið að spila í Lengjubikarnum víðar en hér í kvöld. Leik Árborgar og GG í Lengjubikar karla, C-deild riðli 3 er lokið með stórsigri Árborgar 8-0. Í riðli 3 í C-deildir kvenna eru Hamrarnir að spila gegn Tindastóli og eru 3-0 yfir þar. Þegar 55 mínútur eru liðnar, hér er hálfleikur, staðan 3-1 IA í vil og mörkin eins og við höfum svo sem komið inn á ítrekkað margoft komu snemma. Fyrsta marki kom mjög snemma. Sigrún Eva skoraði eftir 26 sekundur fyrir IA og kom þeim yfir og IA hafði tögl og haldir í stærstum hluta af þessum fyrir hálfleik og í rauninni tókst Þrótturum ekki að ógna markinu nema kannski þrisvar en eftir aukaspyrnu utan af hægri kanti náði Gabriela Jónsdóttir að minnka muninn í 2-1 eftir að Maren Leósdóttir hafði komið í 2-0 á 25. mínútu en síðan fór leikur í nokkuð jafnvægi í dálítinn tíma en í blálok fyrir hálfleiksins skoraði Bergdís Fanney Einarsdóttir þriðja markið IA og kom þeim 2 mörkum yfir á ný og það verður spennandi að sjá hvert framhaldið verður á þessum leik. Dómararnir komnir aftur hér í hús. Dómari leiksins er Guðmundur Ingi Bjarnason og Gilmar Þór Benediktsson og Arthur Helgi Gíslason eru honum til aðstoðar. En þeir eru svona, þetta er alltaf fara af stað. Leikmenn búin að drekka teið sitt eins og Bjarni Fel sagði alltaf í gamla daga. Það er kalt í höllinni sem fyrr. Þrátt fyrir fallegt veður á Akranesi undanfarna daga. Og þá rúlar þetta af stað, síðari hálfleikur hafinn. Ég reyni að greina einhverjar breytingar á liðunum sem að mér sýnist í fljótu bragði einhverjar vera. Jú, Róberta Lilja Ísólfsdóttir komin inn á hérna í hægri bakvörðinn fyrir Hrafnhildi Arín og það sýnist mér vera eina breytingin á Skagaliðinu. Allavega og mér sýnist Þróttarliðið vera óbreytt. Svona við fyrstu sýn og þetta byrjar eins og fyrir hálfleikurinn var. Skagaliðið leyfir Hafsendum og varnarmönnum Þróttara að hafa boltan en hér síðan kemur pressan þegar þær fara eitthvað fram á við. Fít sprettur hérna hjá Elisabetu en missir boltan frá sér og innkast sem að Róberta tekur, kastar hérna í áttina að Unni, kemur í ekki alla leið. Andrea, hún er lungin þessi stelpa, sending hér á Rakel Sunnu og með skot úr þröngu færi sem að
Tori ver nokkuð auðveldlega. Tori ekki mikið búinn að þurfa að hafa fyrir hlutunum en þó þurft að grípa inn í og gert það þegar á þarf að halda. Voru ekki sökuð þetta mark, náðu skotið hann af mjög stuttu færi. Jelena, Guðfinna, slæma sendingu sem önnur hirðir og leggur af stað hérna á flegi ferð. Jelena til varnar, skipting yfir á Unni Elfu sem að tekur skotið en það máttlaust. Full bráð á sér hérna, heldur hún vitið það. Þróttarar að ógna Andrea og Tori langt út úr markinu og hún nær að verða fyrir þessu og Eva María reynsar svo frá. Það var kjarkmikið útlöp hana hjá Tori en slæmsending hjá Elisabethu. Maren nær ekki að finna Unni. Þetta svona smá losarabræður á þessu fyrstu mínúturnar í síðari hálfleik. Jelena, Hildur, aftur á Jelenu. Skalið lokar nokkuð vel svæðunum fyrir þeim á sínum eigin vallarhelmingi. Kemur hérna skipting yfir á Elisabethu. Róberta truflar en Elisabeth heldur boltanum. Finnur Álfhildi. Maren kemur í pressuna og þetta hlýtur að vera brot en það er hagnaður. Unnur stingur hérna fram á Marinni. Þetta er aðeins svo langt. Og boltinn út fyrir. Sjáum að Skalið fellur vel frá þeim. Ekkert að vasast í þeim hérna svona framalega á vellinum. Það er alltaf lykillinn að því að verjast að hafa varnarleikinn þéttan, það er að verjast á litlu svæði. Þá gengur ekkert að vera eldast við boltan þegar hann er hjá varnarmönnum Þróttar. Fanney er að setja pressu þarna en Þróttar er halda boltanum. Innkast. Og aftur er flaggað ólulegt innkast. Sýnist hann gefa merki að leikmann hafi farið inn á völlinn. Reglur eru reglur og þeim ber að fylgja. Karen hérna við það að vinna boltan. Álfhildur finnur Andreu og hún er að snúa á Evu Maríu en hún er aðþrengd, kemst í erfitt skot en það er með að eiga það og hún Andrea er nú lungin að komast fram hjá varnarmönnum en hjálpa vörnin sem að Skalið er að bjóða upp á er erfið við að eiga. Andrea hefur átt í virkilegum erfiðleikum með eftir þessa fínu snúninga sína að koma sér í skotfæri. Hér er hún aftur með hann og Rakel Sunna snýr sér í hringi og fer síðan hérna yfir til vinstri, reynir stungusendingu en þar er Tori klár og hirðir það.
Kemur hérna löngspyrna fram en Elisabeth hérna einn og Álfhildur Þórkatla skiptir yfir og Guðfinna hérna í baráttunni við Berdísi Fanneyju sem kemur boltaninn tilbaka og til Evu Maríu. Eva María sem með langan bolta hérna. Maren að sleppa í gegn. Jelena í baráttunni. Hún nær skotinu á nærstöngina en Friðrika nær að slá þetta í horn. Maren sterk hérna, stóð af sér pressuna frá Jelenu og sá að nærhorni var opið. En Friðrika sá við henni þessu sinni. Nei, tekur þetta horn. Það inn á nærstöngina. Friðrika fær hann í sig og aftur fyrir. Þróttarar bíða frammi með 3 leikmenn. Það nú ekki oft sem maður sér varnarliðs blæsa í svoleiðis, en það gerir það verkum að Skagaliðið þarf að vera með 3 leikmenn hérna vel tilbaka. Eva í baráttunni, Karen nær skotinu en það í varnarmann. Maren finnur Fanneyju sem reynir fyrirgjöfina og enn einn hornspyrnan, 3. hornspyrnan núna á stuttum tíma. Þá bakkar einn Þróttari til viðbótar. Kemur inn á nærstöngin aftur og það eru vandræðið þarna á Friðriku. Eva María við það að komast í boltan en Guðfinna frábær barátta hjá Fanneyju sem að vinna boltan þarna og Sigrún Eva tilbaka á Söndru sem að lyftir þessu fram á við. Fanney nær ekki til boltans. Hildur, Jelena, Elisabeth tilbaka á Friðriku. Fanney setur pressa á hana. Tæp sendingarna en hún tókst. Hildur nær að snúa. Hefur nógan tíma núna. Finnur Andreu en hún missir jafnvægið. Og Fríða finnur Unni Ír. Þá geta þær sótt hratt Skagakonur. Það eru hérna 4 og 4. Unnur Elva, skot í varnarmann, lyftir inn fyrir á Unni Ír, engin rangstaða, kemur fyrirgjöfin og Maren hérna lúrir og tekur skot, fast skot í fjærhornið en Friðrika ver þetta. Maren Leósdóttir, ótrúlega lungin að koma sér í marktækifæri. Andrea fær engan frið þarna hjá Fríðu en hérna kemur Guðfinna á ferðinni. Rakel Sunna en Unnur Ír komin tilbaka þarna og nær að verast þessu. Kemur sendingu inn á tegin. Eva María alveg með þennan bolta og Fríða síðan fylgir þessu áfram og út fyrir. 10 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Þannig þetta hafa verið 4. Fríða pressar hérna stíft á Guðfinnu og vinnur á henni boltan. Unnur Elva skilur hann eftir fyrir Unni Ír, vel gert. Unnur fram á Marinni, Jelena til varnar, hún hérna 1 á 1. Fanney kemur í stuðning en sendingin ekki nákvæm. Og Friðrika eldir þetta og nær honum áður en að fer út úr teignum. Hildur. Gabriela markaskorari Þróttar. Hildur fær hann hérna inn á miðunni, nær að snúa en sendingin fram á við ekki góð.
enda eins og ég segi lítið pláss að vinna með. Eva tilbaka á Tori. Þróttarar náttúrulega verða að sækja þeir ætla sér eitthvað út úr þessum leik, en ef að þetta verða úrslitin þá er í að stilla sér upp á toppið þessa riðils eftir 2 leiki með 6 stig, en Þróttarar verða þá í öðru sæti með 4 stig eftir 3 leiki. Þannig að Tori á Róbertu og Róberta tilbaka á Evu Maríu. Finnur Marín Leósdóttur sem er undir pressu og þarf að gefa innkast. Hildur var þarna í baráttunni með hana. Það er í vændum önnur skipting hjá Skagaleginu sýnist mér. Sýnist að vera Karitas, Kaja Erla Karitas á leiðinni inn á hjá Unnur Ír reynir fyrirgjöf. Maren fær nær þessari sendingu en kemur honum ekki áfram, ætlar að reyna að finna Fanney þarna. Rakel Sunna snýr Róberta í baráttunni. Karen er síðan að vinna hann í boltan. Kemur hún tilbaka á Fríðu. Fríða á Unni. Reynir sendingu fram á við sem að misheppnast. Já, Sigrún vinnur boltan. Maren, þetta er ekki nógu nákvæmt akkurat í augnablikinu. Geta gert mun betur. Sandra kemur þess tilbaka á Tori. Fín pressa hjá Andreu þarna nær boltanum að Fríðu og Fríða brýtur síðan á henni. Hárrétt dæmt. Andrea gerði virkilega vel þarna, virkilega sprækur leikmaður Þróttara. Fædd 2003. Þannig að það er greinilega gríðarlegt efni á ferðinni. Svona að öðrum ólöstuðum hefins mér hafa verið sprækust, en Unnur Elva er að fara að velli í staðin fyrir Erlu Karitas. En aukaspyrna sem að Þróttarar eiga, þetta er hættulegt færi, spurning hvort að reyna skot af þessu færi. Nei, það er spil úr þessu, en gera ekki nógu vel. Sendingin hann tilbaka frá Guðfinnu, ekki nógu nákvæm. Þarna fóru þær illa með gott færi. Sigrún vinnur boltan, Unnur Ír stingur fram, Kaja eldir þetta, en Friðrika út úr markinu, hún er að svípa fyrir þær hérna. Les þetta virkilega vel og kemur þessu frá. Sandra undir pressu, kemur boltanum aftur á Tori sem að reynir að finna Unni Ír. Tekst ekki, Karen vinnur hann, en Dagmar vinnur hann tilbaka. Svolítið bortenni stemming núna, Andrea, en Karen til varnar, en Andrea er sannarlega hættulega sendingu hérna inn á marktegin sem að Eva María nær að reynsa vel staðsett þarna. Eva Þórkatla stingur þessu inn fyrir. Kemur skot frá Rakelsunnu, sýndist mér. Eða var það Álfhildur? Jú, það var Álfhildur sem átti þetta skot, en það var mátt lítið og framhjá. Þá kemur fyrsta skiptingin hjá Þrótti. Það er Jelena sem að skokkar að velli. Og í hennar stað kemur leikmaður númer 15, sýnist mér. Hrafnkatla Líf Gunnarsdóttir. Og hún kemur bara inn í vörnina fyrir Jelenu. Engin taktísk breyting þar.
Torri með spyrnu frá marki, Guðfinna nær að skalla þetta hérna út til hægri og þar er Dagmar en fín pressa hjá Unni Ýr. Unnur Ýr, aldursforseti Skagaliðsins af heimakonunum að segja. Einungis Torri Ornella sem er eldri en hún er allra kvenna spregust hér. Karen sem hinsar þetta upp í loftið, Sigrún á Unni, Unnur skýtur þessu upp í rjáður. Sigrún kemur þessu á Marenni, Maren stingur upp í vinstra hornið og þar er Unnur Ýr á fleygiferð. Vantar stuðning, reynir sendingu hérna yfir á Kæju, tekst ekki. Sigrún inn á Kæju, Friðrika sér við henni og boltinn út af. Það er margt mikið spunnið í þessa stelpu í markinu og hún hafi gert sín mistök hér í þessum leik, að þá hefur hún gert margt mjög vel. Boltinn hérna upp í loftið, Þorkatla kemur á ferðinni. Þær taka hlaupin en Eva María les það. Guðfinna kemur síðan á ferðinni á vörnina. Fríða til varnar eins og klettur sem fyrr. Kemur fyrirgjöf, Eva María hreinsar það frá. Fríða finnur síðan Marenni, þá leggja þær á stað. Kaja finnur Marenni aftur sem að stingur inn á Fanneyju sem er dæmd rángstæð. Þetta var hársbreidd en eflaust réttu dómur. Sendingin, þetta vantaði hársbreidd upp á þetta hefnaðist. En þarna var Fanney á auðum sjó. Hrafnkatla yfir á Gabrielu sem að finnur síðan Hildi. Og þær komast ekki mikið áleiðis í augnablikinu. Sigrún á Fríðu, Sigrún fær hann aftur tilbaka á Fríðu, finnur Karinni sem að kemur þessu hérna yfir til hægri á Evu. Eva finnur síðan Marenni sem að reynir að stinga inn á Unni. Ýr gengur ekki, Hrafnkatla skallar þetta frá. Álfhildur vinnur boltan. Það hafa ekki náð að skapa eins mikla hættu svona síðari hlutana þessum leik í hraðum upplöpum. Þeir eru vinna boltan hátt á vellinum. Það er Þróttarar eru fannir að sjá betur við því. Það er reynilega náð að sprengja vörnina hérna fyrsta hálftíman upp trekk í trekk með beinskiptum, sendingum og hlaupum. Guðfinna nær fyrirgjöfinni. Þar er Andrea að snúa sér en Sandra sér við henni. Fanney, vel gert hjá henni, kemur hún hérna fram á Kæju sem að þarf að snúa. Finnur Fanney aftur. Maren fær þessa sendingu en nær ekki valdi á boltanum.
Gabriela tilbaka á Friðriku. Þá byrja þeir bara að reyna að teikna upp einhverja sókn hérna. Kemur langur bolti fram á Guðfinnu. Hendi þarna en dómarinn lætur þetta ótalið. Hildur á Guðfinnu. Karen les þessa sendingu. Stingur hérna síðan yfir í átti að Unni Ír sem að fær hrindingu í bakið frá Elisabetu. Og réttilega dæmd aukaspyrna. Guðmundur búinn að dæma þennan leik vel, finnst mér. Leikurinn hefur fengið að fljóta. En það er svo sem hefur verið prúðmælega leikinn en nokkuð fast á köflum. Eva sendinguna inn á teginn, inn á fjárstöngina og þar er eitthvað at og það er dæmd markspyrna. Held nú að þetta hafi verið svona svokallaður Salomons dómur. Þetta hefði átt að vera hornspyrna eða aukaspyrna og þá er alveg gott að dæma bara markspyrnu. Elisabeth reynir hérna sendingu fram á Andreu sem að næra standa af sér Söndru þarna. Finnur svo Rakelsunnu. Hún snýr og snýr aftur. En varnarleikurinn hjá Evu Maríu góður. Þróttaliðið aðeins að ná að þrýsta liðinu niður. Andrea en Karen nær að komast í þetta. Kaja á Fanneyju sem að finnur svo Marinni sem að reyna að stinga aftur á Fanneyju. Rapp kallar á undan en Fanney við það að ná boltanum aftur. Þórkatla nær ekki að finna Rakelsunnu þarna. Róberta Lilja náði að vinna boltan. Maren. Þetta er ekki nógu vandað. Og þetta farið að slitna lítið í sundur hérna. Frábær vörn hjá Fríðu. Eina ferðin enn. Gengur lítið hjá Skagaliðinu núna að byggja upp sóknir og komast áleiðis. Þróttaliðið örlítið svona einhvern veginn skipulagðara og betur á verði í síðari hálfleiknum. 70 mínútur liðnar og staðan ennþá 3-1 eins og hún var í hálfleiknum. Róberta reyndi hérna sendingu inn á teginn, gekk ekki. Guðfinna með stungusendingu en Tori hirði þennan auðvitað. Eva María fær hann hérna frá Tori. Sér Unni lausa, finnur hana. Vel gert hjá Unni. Unnur finnur Marinni sem að já, en boltinn kemur aftur hérna til Unnar. Hún leitar inn á völlinn, sendir fyrir aftan Marinni en hún nær þó til boltans. Fanney nær ekki að koma sér í færi en Sigrún leggur henni út á Fríðu sem kemur svo með fyrirgjöfina. Maren var þar á auðum sjó en náði ekki almennilegu skot á markið. Hún fannst nú rángstöðulykt að þessu en ekki fór flaggið upp. En einu sinni Andrea hérna í boltanum. En Fríða sem fyrr stoppar þetta.
þá kemur skipting eða skiptingar hjá Þróttaliðinu. Af velli koma Þórkatla María og hver önnur var Dagmar, er Dagmar farin út af eða hvað? Sýnist það. Þórkatla og Dagmar, og í þeirra stað er að koma leikmaður númer 25 Hafrún Sigurðardóttir og númer 10 Una Margrét Árnadóttir. Una Margrét kemur inn í hægri bakvörðinn, sýnist mér, í staðinn fyrir Dagmar, og Hafrún kemur inn á miðuna. Fín vörn hjá Gabrielu. Sigrún undir pressu, stingur hérna í áttina Kæju. Kæja er eldsnögg, sjáu hana hérna. Stingur Unu María af, kemst í boltan og reynir fyrirgjöfina sem að Maren var klár. En Hrafnkatla vel á verði hérna. Una tilbaka á Friðriku sem að neglir þessu fram. Karen tekur hann niður og leggur af stað, en Hrafnkatla klár í þetta. Maren í baráttu. Álfhildur endar með þennan. Spilar tilbaka. Það er ekki að sjá að Þróttarar hafi breytt neinu. Þeir eru ennþá í sínum 4-4-2. Þrátt fyrir þessar skiptingar. Fanney með fína pressu þarna. En þetta er innkast sem að Þróttarar eiga. Fanney nær að snúa Hildi á sér hérna, kemur svo með fyrirgjöfina, en Elisabeth nær að koma þessu frá og það er hornspyrna. Maren Leðarsdóttir býr sig undir að taka þessa spyrnu. Hérna kemur þetta inn á Martein. Gabriela skallar þetta hátt í loft upp. Hrafnkatla lengra og Elisabeth ennþá lengra, en Sigrún kemst í boltan og setur hann út fyrir. Korter eftir. Og Þróttarar þurfa nú að fara að skora ef þeir ætla að snúa þessum leik sér í vil. Get ekki beðið með það of lengi. Þeim hefur hins vegar ekki tekist að ógna markinu svo teljandi sé í síðara hálfleiknum, þrátt fyrir að þær hafi nú spilað öllu betur. En vörnin hjá IA hefur náð að halda sínu skipulagi og sínu þéttleika. Fanney, Hildur pressar á hana. Fanney finnur hins vegar, reynir að finna Kæju sem hann nær til boltans og heldur honum inn á. Aftur á Fanneyu. Fanney kemur þá með fyrirgjöf sem hann fer í varnarmann og það er ná að bæja hættunni frá. Guðfinna, en sendingin ekki nóg góð. Karen finnur inni Ír. Róberta býður sig hérna úti hægra megin. Þá kemur boltinn í áttina Marinni sem að nær ekki valdi á honum og Guðfinna leggur af stað. Kraftur í henni. Stungusending í áttað Andreu, en of langt og Tori gefur sér nægan tíma. Sandra á Fríðu.
Fríða kemur hérna inn á völlin, skiptir yfir á Róbertu. Róberta á Karen. Karen finnur Fríðu. Fríða á Kæju. Kæja horfir fram, þar Maren, en Hrafnkatla skallar þetta frá. Fanney hins vegar kemst í boltan, en Gabriela sér við henni. En slök sending hjá Gabrielu. Unnur nær hins vegar ekki að finna samherja. Skaliði fellur sem fyrr vel tilbaka. Hrafnkatla með slæma sendingu Maren. Og Unnur Ýr hérna á auðum sjó. Eina móti Friðriku í markinu. Hún leggur hann yfir á Maren. Óeigingjarnt en hún ver. Unnur ennþá í færi og það mark. Þetta hlaut að enda með marki. Það gat ekki hann að verið. En óeigingjörn sending þarna hjá Unni sem var í fínni stöðu. Lagðan á Marinni sem átti skot sem að Friðrika varði. En engu að síður Unnur Ýr náði aftur boltanum og skoraði 4. mark Skagans. Enn og aftur skipta þær mörkunum á milli sín. Þá þessum leik lokið held ég alveg örugglega. Og nú ætti að segja sanngjarn sigur í að siglast í höfn. Síðast þegar að þessi lið spiluðu einmitt í svona vorleik var 2016 þar sem að IA vann 5-1. Spurning hvort að við fáum endurtekningu á því hér. Ætlum ekki að vera að mennina heimtu frekju svo sem með það, en Maren með svona slaka sendingu sem að Friðrika grípur auðvitað. Guðfinna stingur inn á Andreu, Sandra sterk þarna og Fríða einnig. Sigrún með flotta sendingu hérna fram. Kaja eldir, hér í baráttu við Unu Margréti, nær að vinna boltan. Fríða kemur með fyrirgjöfina. Þarna var vel gert hjá Elisabetu. Unnur Ýr var við það að fara að taka við þessum bolta, en hér fær hún hann. Kemur svo með skotið en það hátt yfir. Og þá skipting hjá Þrótti. 4. skipting þeirra. Álfhildur Rósa Kjartansdóttir fer að velli. Og í hennar stað að koma leikmaður. Það vantar númer á stöpusunna maður. Annarkvort það Lovísa Halldórsdóttir númer 31 eða Sara Júlíusdóttir númer 16. Eða Sóley María Steinarsdóttir númer 2. Nei, það nú ekki Lovísa, hún nú vara markmaður hefðum síðan núna. Þetta annarkvort Sóley eða Sara. Það kemur í ljós. Þá koma Þróttarar. Hafrún með stungusendingu hérna fram, en þar engin nema Tori. Markvörður Skagakvenna. Þá sýnist mér vera klár skipting hjá IA einnig. Get ekki betur séð en það sé María Björk Ómarsdóttir sem að koma inn á. Kemur fín sending hérna fram á Unni Ýr sem að gerir vel, en Elisabeth ekkert að gefa eftir. Vinnur að henni boltan, kemur honum á Guðfinnu sem að finnur Hildi, en það ekki að virka. Maren
Jú, hún númer 16, þessi sem var að koma inn á hérna rétt á, Sara Júlíusdóttir. Eva María sterk hérna, finnur síðan Kæju. Kæja á Fanneyju, Fanney snýr undir pressu, Una gerir vel og kemur þessu frá. Þá kemur skiptingin, Karen Birgisdóttir að fara að velli og í hennar stað kemur María Björk Ómarsdóttir. Þá erum við hér María Björk bara strax komin í boltan, reynir skot en það ekki að hitta á ramman. Andrea komin hérna vel tilbaka, missir boltan út af. Róberta tilbaka á Evu Maríu, hún með langan bolta í áttina að Bergdísi Fanneyju en Friðrika alveg með þetta. Og Friðrika óhrættu að koma hérna fram með boltan beint á Sigrúnu hins vegar og nú markið opið og Maren veit það en hittir ekki ramman. Það tók Friðrika áhættu, fór langt út úr teignum og missefnaðist síðan spyrnan hjá henni. En óhrætt hún. Fríða gerir vel, stingur síðan hérna upp í vinstra hornið en Guðfinna með það. María í baráttunni, boltinn út af og Skaginn á þetta innkast. Fríða gefur sér góðan tíma núna að taka þetta hérna. María fær hann tilbaka á Fríðu. Fríða tilbaka á Söndru sem að finnur Marinni. Það ótrúlegt hvað þær eru lungnar að finna Marinni eða Marin að finna boltan. Það eins og þeir viti hvar hún því að oftar en ekki þessi boltar sem að virðast ef eins og hreinsanir úr vörninni enda hjá henni. En hér Unnur Ýr. Það eru 3 í kringum hana, reynir fyrirgjöfina. Og hér náður að hreinsa þetta frá en Fríða, hún bara með skot hérna mjög löngu færi en þægilegur æfingabolti fyrir Friðriku. Fríða tilbaka á Söndru sem að losar þetta upp völlinn. María Björk kemst ekki áleiðis hérna, kemur Hafrún, reynir sendingu á Rakelsunnu en hún á föst og hún á kvæm. Já, nú liggur Skagaliðinu ekkert á. Sandra, þetta verða að halda áfram að reyna að spila. María Björk tækluð þarna af Hafrúnu en löglega að mati dómarans. Róberta þarf að hreinsa þetta í innkast. Þær ekkert búin að leggja árar í bát. Þróttarar. Hér Hrafnkalla á Gabrielu sem að finnur Hildi. Það bara mjög lítið svæði fyrir Þróttarinn að vinna með á vallarhelmingi Skagans. Varnarvinnan gríðarlega góð hjá ÍA-liðinu í þessum leik.
Maren vinnur boltan, slök sending, Unnur Ýr á ferðinni. Unnur Ýr komin hérna á auðan sjó, eina móti markmanni og hún lítur að klára þetta sjálf, en Friðrika ver þetta, sýnir, finnst mér, mikinn þroska sem markmaður í þessum stöðum. Eina móti manni sem að koma með boltan á því að hún stendur og stendur og stendur. Þarna gerði Unnur Ýr ráð fyrir því að hún myndi leggjast, en Friðrika sá við henni og þetta sér maður ekki alla markmenn gera. En hún við erum búin að sjá þetta hjá henni nokkru sinnum í þessum leik, að sem hún stendur eins lengi og hún mögulega getur. En er það ekki Fríða sem að skorar hérna með skalla? Jú. Fríða Halldórsdóttir bætir við 5. markinu hjá ÍA. Á 88. mínútu. Stórsigur heimakvenna hérna í Vændum, bara endurtekning á leiknum frá því 2016. Nema þær bætum betur, það ennþá tími til stefnu. Spila Skagakonur hérna fyrir aftan, kemur svo langur bolti frá Evu Maríu, en Hrafnkatla skallar það frá. Sigrún stingur þessu og Fanney eldir, Gabriela, hún skallar þetta tilbaka á Friðriku. Þá rétt 40 sekúndur eftir af venjulegum leiktíma. Maren á Unni og aftur á Marinni, og Marin að koma sér hérna, glæsileg kloppi hérna, reyndi að finna Maríu Björk en tókst ekki. Hér hætta eða hvað, Sandra nær að reynsa þetta frá. Þá venjulegum leiktími liðinn og einungis viðbótartíminn eftir, sem að samkvæmt okkar upplýsingum eru 3 mínútur. En það komin sá tími leiksins þar sem að sjálfskipuð einsmanns dómnefnd velur mann leiksins, og eftir nokkra umhugsun hefur nefndin komist að þeirri niðurstöðu að Fríða Halldórsdóttir, sem að var að skora 5. mark Skagaliðsins, sé maður þessa leiks. Hún kórónaði frábæran leiksinn varnarlega með þessu marki hérna í blálokin, búin að standa vörnina virkilega vel, og hér stór hætta aftur hjá Skagaliðinu. Unnur Ýr, þær eru ekki hættar, fullt af gulum treyjum í teiknum, fyrirgjöfin, en fín vörnarna hjá Unnu Maríu, nær að skalla þetta tilbaka á Friðriku. En Fríða Halldórsdóttir, maðurleiksins hér í dag, búin að vera virkilega góð varnarlega, skoraði mark að auki. María tilbaka á Sigrúnu, Sigrún á Unni, Róberta. Nú spurning hvort að þær láta sér þetta duga. En hér Fanney komin í færi og það skot og mark! Það má ekki líta af þessu. Enn eitt markið. Fanney að skora sitt annað mark í leiknum.
á 92. mínútu. Kórunar hérna frábæran leik í að 6-1 og þær tilla sér sem fastast í toppsæti þessa riðils í C-deildinni í Lengjubikar kvenna. María reynir sendingu hérna fram á Kæju, gengur ekki. Rakel Sunna kemur hérna á ferðinni og bara að fá ekki á sig fleiri mörk. Fín pressa hérna hjá Andreu sem að sama dómnefnd hefur nú metið sem svo að sé besti leikmaður Þróttar í þessum leik. Hér kemur hún með skot en það í varnarmann. Sandra hreinsar þetta frá. Nú uppgefin viðbótartími liðinn og dómari leiksins flautar til leiksloka. Leiknum lýkur með 6-1 sigri í að virkilega sanngjarn sigur. Hvort að þessar tölur ekki líka bara í rauninni gefa ágætis mynd af þessum leik í að hefðu hæglega geta skora fleiri mörk, voru mun meira ógnandi heldur en Þróttarlið og hérna eru vel að þessu komnar. Þetta byrjaði strax á eftir 26 sekúndur þegar Sigrún Eva skoraði. Marín Leósdóttir bætti við marki á 25. mínútu. Gabriela náði að minnka munin fyrir Þrótt á 34. mínútu en rétt fyrir lok fyrir hálfleiks skoraði Bergdís Fanney Einarsdóttir. Síðan var það Unnur Ýr Haraldsdóttir sem að bætti við